Ég er komin með ykkur hérna Skipanesi í Hvalfjarðarsveit. Hér býr hún Ásta Marie og hún er með sveinspróf í vélvirkjun, hún er með próf í söng og hún er núna að fara að læra hjúkrunarfræði. Hún hefur sögu að segja okkur og við ætlum svo sannarlega að taka hana að tali. Setjast í notalega kaffibolla við eldhúsborðið hjá henni. Ásta, mér langaði þess að forvitnast varðandi atvinnu val þitt og menntun. Þú ert búin að klára vélvirkjan sem er nú kannski ekki alveg svona, já, jú, það er nú kannski alveg venjulegt en samt ekki, af því að þú líka heldur áfram í annað. Hvernig vildi það til að fórst í vélvirkjan? Ég einlega bara, sko ég veit það ekki alveg. Ég er náttúrulega búin að vera að vinna hjá pappa sko síðan ég var bara krakki og hann hefur verið ekki vestaði bara síðan 95 og ég man að þarna sumari fyrir 10. bekk þá var ég að vinna hjá pappa við að sjóða og mér þótti það svo óskaplega skemmtilegt. Þannig að ég bara skráði mig í Grundöldumálum. En það var nú svo sem alveg frekar löng leið að þessu takmarki í rauninni. Svo hætti ég nefndi ekkert að standa í þessu, það var bara erfitt og eitthvað. og svolítið erfitt að vera stelpa með öllum þessum strákum. Svo fór ég, þannig ég bara skipti yfir og fór á náttúrufræðibraut og kláraði stúdentspróf þar. Og tók mér nú 2 ára pásu og flutti til Danmerkur. Og var að vinna þar við umönnun aldraðra og í bæði skiptin á sama stað. Og svo sem sagt, já, þegar ég kem heim 2011 eftir stúdentspróf, þá einhvern veginn bara, á ég ekki bara að klára vélvirkjun. Þetta er bara 1 ár, ég get alveg að klára það. Þannig ég fer bara í það, kláraði vélvirkjun. Og var alveg farin að hugsa bara, já, ég klára bara þessa vélvirkjun og ég er með stúdentspróf, svo fer ég bara í háskóla og ég ætla ekkert að fara í sveinspróf eða neitt svoleiðis, það er bara, þú veist, það er bara rugl, ég ætla ekkert að vinna við þetta. Og ég kláraði þarna síðasta veturinn. Svo fór ég bara að vinna hjá pappa og var sem sagt bara í söngnámi með hann og það var alveg einhver 2-3 ár sem ég var bara í því. Og ég var allt frá því að vera sendill og lagerstjóri og kokkur og upp í það að fræsa og renna og eitthvað svona. Og svo held ég að hann bara verið að 2014 þá segir pabbi, Ásta, viltu ekki bara fara í sveinspróf? Og þannig að ég bara skelli mér í það. Á sama tíma ert í söngnámi, eða ekki? Og að taka eitthvað próf í því líka, eða ekki? Já, það var alltaf eitthvað. Það var einhver stigspróf og það var úrvalspróf og já, og ég var ég byrjaði bara 15 ára, þú veist, á Skaganum að læra. Svo þegar ég kem heim frá Danmörku og búið með stúdentsprófið, að þá fer ég að læra í bænum. Og ég hafði til dæmis alltaf sungið í kórum og meðal annars í kóri Reykjavík frá 2009. Þannig að ég langaði aðeins að rispa þessu af. En svo var þetta alltaf einhvern veginn bara, ég þarf að koma heim og, þú veist, ég get ekki verið í Danmörku af því að ég þarf að koma heim og klára söngnámið og ég þarf að klára hitt og klára þetta og það var svona yfirslegt. Mér fannst ég skulda mér það svolítið að prófa loksins hjúkruna og það í rauninni bara styrkti svolítið þegar ég eignaðist á soninn minn í fyrra og hann glímdi við mjög erfið veikindi. Þannig að það eiginlega bara eldi mig í því að taka þetta skref svolítið. Svo reynsla eignast langveikan son og annars stann fram í andlátið. Já, algjörlega. Og þú veist, allar þessar svona, ég reyndar tók stutt stopp eftir áramót í guðfræði. Nú, ok, ég vissi það ekki. Nei. Okay. Þannig en það var líka bara eitthvað sem þú veist, það hafði líka alveg blundað í mér og ég hafði náttúrulega ekkert að gera eftir áramót. Þannig ég skellti mér það, tók einu enn og það var svo magnað, það var einhvern veginn bara akkurat það sem ég þurfti á þeim tíma. Mér langar líka bara einhvern veginn, þú veist, náttúrulega eftir alla þessa reynslu, þá langar mér líka bara svolítið að gefa tilbaka það sem ég fékk. Þú veist, ég fékk náttúrulega óbóðslega góðan og mikinn stuðning í gegnum okkar tíma og þetta er náttúrulega sálgæsla. En fannst þér það merkilegt að upplifa sjálf, þú veist, þetta varnarleysi sem fylgir í að eignast langveikt barn sem á að standa fyrirfram í svona að manni finnst sjálfum bara óyfirstíganlegu verkefni? Já, í rauninni og líka bara, þú veist, það sem ég líka glímdi svolítið við, þú veist, bara þú ert allt í einu fullur af einhverjum spurningum og þú veist einhvern veginn, þú veist, og þú ferð að spyrja fólki í kringu af hverju þetta gerast, af hverju þetta gerast fyrir mig, af hverju fyrir mitt barn. En málið er bara, það eru engin svör og þú færð það aldrei og þú þarf að vera sáttur við það að fá ekki nein svör.
Og það þetta sem þarf svolítið að svona, bara svona koma inn í kerfið einhvern veginn. Þú veist, bara þessi partur einhvern veginn innra með sér, þú veist, bara þessi sátt. Bara að þó að hlutinni fóru svo engan veginn eins og þú vildir, skilurðu, að þá samt, skilurðu, hvað lærdóm ætla ég að draga af þessu, hverju geti ég miðla áfram til annarra, skilurðu. Þannig að það er það sem mér finnst, þú veist, það mest að veita. Og þú veist, og það er það sem gefur mér og kemur mér áfram einhvern veginn. Það er svo magnað, sko, að ég bara enga svona, ég gat aldrei lesið sjálf á mig. Ég kom mér alltaf óvart í hvaða aðstæðum sem ég var, skilurðu, bara guð mig góður, bregst ég svona við, þú veist. Og svo einhvern veginn bara, já, ég held að það hefur svona svolítið sagt mér, sko, ok, bara ef ég ætla að fara að sitja og grenja einhverju volæði, skilurðu, þá er ég ekkert að fara að standa í lappirnar. Þú veist, þannig það er bara ekkert í boði. Þá bara eitthvað, ok, ég ætla þá bara að velja mér þennan hátt til þess að hugsa hlutina á, þú veist, og ég hugsa þú veist, og ég tala Stefán Svan, þú veist, og ég held minningun á lofti og ég er alltaf að segja sögur á honum, ég geti talað hann endalaust, þú veist, hann var náttúrulega algjör hetja og bara ótrúlegur. Og þannig að þú veist, þetta og allt sem við fengum frá honum, allt það sem hann gaf okkur, allt það sem við fengum að upplifa, skilurðu. Auðvitað náttúrulega horfði ég á alveg gífurlega veikt barn, skilurðu, en fyrir mér var hann aldrei veikur, hann var náttúrulega bara fullkominn, skilurðu. Þú veist, Stefán er búinn að gefa mér ótrúlega góða hluti og það er bara til dæmis eins og tónlistin og að syngja. Leitaður í hana? Já. Þú veist, að syngja núna, þú veist, það er ekkert eins og ég að syngja fyrir 2 árum, sko. Ég var með frammistöðu kvíða þá og ég var stressuð við hvað fólk sagði og ég var bara tóm í hausnum, sko, þú veist. Og en svo einhvern veginn, síðustu desember, þá fékk ég einhverja flugu í hausinn og ég bara, já, ég ætla að vera með svona semi-jóladagatal. Þannig að ég bara eitthvað heyrði í, þú veist, þessum organistavinnum mínum og svona og við tókum upp nokkur lög, svona hingað og þangað, bara alls konar og deildi þessu svo á Facebook. Og það einhvern veginn, þú veist, það er einhver þörf þarna til þess að tjá mig. Það er svona, já, söngurinn bara, þú veist, maður berskjaldar sig svo mikið í söngnum að þú þarft að sýna, skilurðu, þú veist, og það er bara allt annað að syngja í dag. Ég einhvern veginn bara, þú veist, ég stend bara og syng, skilurðu, þú veist, það bara gerist af því að þetta er svo erfitt að útskýra, skilurðu. Já, en það er magnað að heyra samt. Já, en svo samt er þetta samt svo mikil klísja, skilurðu. Nei, alls ekki. En þetta er einmitt, þú veist, bara, þú veist, það er einhver þörf fyrir tjáningu og einhver þörf fyrir, þú veist, þessa, bara finna hvað tónlistin er einhvern veginn. Magnað að heyra að, þú veist, allur þessi þroski sem þú ert að taka út á mjög fallegan hátt, þú veist, að hann gefi þér líka þá eins og þarna einhvers konar styrk eða aðra sýn, aðra tilfinningu á sönginn sem að veitir þér meiri einhvern kraft í hann. Já, algjörlega, sko. Og mér finnst ég bara heppin. Bara ótrúlega heppin. Eða þú veist, upp á þetta að gera, skilur, að maður geti einmitt tekið þessar reynslu og nýttir sér hana á þennan hátt mitt. Það er einmitt ekki sjálfgefið, held ég.